Finnur, þetta hlýtur að hafa verið sætt. Já, bara gríðarlega stoltur af frammistöðunni á strákunum. Þeir geta ekki rósað veldig nóg. Mér fannst að strákarnir sem startu leikinn settu góðan tón og mér fannst menn fylgja því hérna á bekknum. Og ég meina, eftir leikinn þá koma svona downkaplar inn á milli en heilt yfir þá bara voru allir að leggja við búkið og sérstaklega gaman að sjá hérna koma öllum mennum inn á völlinn og allir ná að skora. Það alltaf svona skemmtilegt. Já, það var allir sem skoruðu í þessum leik. Já, ég meina, fengum hann að síðustu mínúturnar. Við erum fyrir stöðun alltaf að við erum að fá, eins og segi, við erum að reyna að spila mönnum saman, þannig að við þurfum að nota alltaf mínútur sem við höfum til þess, en það er gott að geta leyft mönnum hérna og sína þessum töffurum sem við erum búin að vera að standa sig vel í allan vetur að njóta sín og framan stuðningsmönnum okkar. Og eins og þú segir, þetta er góð bara leiks, til fyrirmyndar í fyrsta 1,5 leik, þá haldið þið bara 10-15 stigur. Er þetta eitthvað sem þið eru að leggja upp með? Ég meina, varnarleikurinn hefur verið grunninn aðeins og undanfarin ár og við höfum svo sem spilað oft á tíum fína varnarleik. Við erum að halda liðanum ykkur í lágu stigaskóri. Kannski gerist núna að við náum kannski aðeins að neyða það í erfæri skot og komast í stöðu til að sigla hlaupið meira. Við höfum kannski verið meira að svona bara hvað getur ég sagt, kontesta skot í staðan fyrir að ná stoppunum og þá fannst mér svona koma hraði og flæði í kjölfarið. Það vil vera algjörlega ástendingin að sína einu sinni að maður þarf ekki að skora á boltanum alltaf til að vera besti mann á völlinn. 5, 10, 14 línur? Já, ég meina, þú veist það, og hans tölfræði fór alltaf mikla athygli á hérna, en það er vinna sem að vinna all hinn, varnarleikurinn og hvernig það bindur út saman. Svo fannst mér náttúrulega Brynjar byrja gríðarlega sterkt og Jón Arnór stöður í gegn og Kristófer náttúrulega þegar hann snær að spila þessa orku sem er í honum þá er hann gríðarlega erfiður að eiga. Það getur verið að þægilega fyrir því sem þjálfari að sjá svona þína stjörnuleikmenn bara vera virkilega tilbúin í stórum leik og Það hefur alltaf verið eins á þessum árum sem við vinnum titla hérna síðan 2007. Þetta þarf að vera ákveðin kjarni, þessi kjarnaleikmenn sem þurfa að skila sínu. Þetta byggist upp á þeim og það búið útlendingar hringla á okkur og svo framvegis. En til þess að við getum náð þeim hæðum sem við ætlum að gera þá verði ég og allir í liðinu að taka 2-3 skref upp á við og sýna þennan standard sem við eigum að geta gert. Þannig að við förum ekkert án þess að við fáum að best út úr okkur leikmönnum. Einn erfið spurning að lokum. Margir kannski spyrja sig hvað hefur þetta K-lið við annan erlendan leikmann að gera? Er ekki annar að lenda hjá okkur á svona? Jó, ég held að Pollard gefur okkur svona aðeins öðruvísi vít. Hann er eitthvað meira svona skorar í kringum körfuna. Hann er svona okkur sem meiri svona Insight? Já, einmitt. Hann gefur okkur eina víti í viðbútt. Og við erum að fara inn í langt og strátt prógram og við bara, eins og segi, við ákveðum að styrkja okkur og gera meira af þeim. Við sjáum í hyllingum 15 titlum í röð og við viljum það, við ætlum okkar að gera það. Þá fyrir við að eiga frábæra vormánuði og það er markmið okkar og við bara vorum ekki í stöðu til að standa og horfa. Við viljum ekki vera lendið í stöðu að hugsa tilbaka ef við gert aðeins meira eða eitthvað svoleiðis. Við bara erum all in og ætlum okkur alla leið og það er bara eitt í búið. Það er að ná þessu 5. og reyna að skrifa okkur að frekar í sögubakgrunni. Takk fyrir.